Það komið þið sæl og blessuð og velkomin á opið hús. Heiðursgestur okkar þessu sinni Erna Magnúsdóttir. Erna, hún fædd og uppalin á Ísafirði. Hún að læra klíníska sálfræði, MS-nemi. Hún unnið lengst af í sérkennslu í leikskólum og þá aðalega með einhverfum börnum og sem sérkennslustjóri. Erna var alin upp í Bahai-trú og núna þjónar hún sem aðstoðarráðgjafi. Að auki hefur hún verið með Bahai barnakennslu í nokkur ár ásamt Baldi Pétursdóttur. Og við ætlum að byrja þetta opna hús með því að hlusta á eitt lag og það sem að efni opna hússins titillinn var uppeldi andlegt og efnislegt uppeldi barna. Andleg og efnisleg menntun barna. Andleg og efnisleg menntun barna. Og þá datt okkur í hug væri gaman að hlusta á eitt lag sem að Sandra Júlía syngur og það bæn sem heitir Ó miskunnsami drottinn minn. Ó miskunnsami drottinn minn, þetta jasinda sem vaxið hefur í garði velþóknunar þinnar og grein sem sprottið hefur í lundi sannrar þekkingar. Gef ó drottinn örlætisins að hún megi stöðugt og ævinlega endurnærast af lífgandi andblæ þínum. Ger hana grósku mikla ferska og blómstrandi með úthellingu úr skýjum örlætisins. Drottinn, vissulega þú hinn aldýrlegi. Ó drottinn, vissulega þú hinn aldýrlegi. Ó drottinn, vissulega þú hinn aldýrlegi. Ó drottinn, vissulega þú hinn aldýrlegi. Þá ætla ég nú bara að gefa henni Ernu orðið og eins og ég sagði áðan þá ætlar hún að fjalla efnislegt og andlega menntun barna. Gjörðu svo vel, Erna. Já. Ok, ég ætlaði nú bara aðeins að fjalla menntun í dag og þá sérstaklega menntun barna. En eins og við vitum þá náttúrulega menntun og nám eitthvað sem á sér stað allt lífið og hættir ekkert þó svo að við verðum fullorðin og svona kannski til að ýta undir það þá langar mig til þess að lesa þessa tilvitnun sem hér á skjánum úr Baha'u'lláh á nýju tíminn. Það sem segir menntun eða uppfræðsla og leiðsögn manna, þroski og þjálfun meðfæddra hæfileika þeirra hefur verið æðsta markmið allra hinna heilögu spámanna frá upphafi heimsins og í Bahai-kenningunum grundvallarþýðing menntunar og ótakmarkaðir möguleikar hennar ótvírætt kunngerðir. Kennarinn áhrifamesti þáttur siðmenningarinnar og starf hans hið æðsta sem menn geta sóst eftir. Uppfræðslan hefst í móðurkviði
og henni lýkur aldrei fremur en lífi einstaklingsins. Hún eilíf forsenda réttra lifnaðarhátta og undirstaða velferðar einstaklingsins og þjóðfélagsins. Þegar rétt uppfræðsla verður almenn, mun mannkynið ummyndast og heimurinn verða paradís. Þannig eins og við sjáum þá afstaða Bahá'í-trúarinnar mjög skýr hvað varðar menntun. En í dag langaði mér bara svona til þess að fjalla svona aðalega, ég vil taka það skýrt fram, þetta eru svona mínar hugleiðingar, hvað varðar þetta málefni. En ég held að menntun sé okkur öllum hugleikin, enda flestum íbúum hins vestræna heims ljóst að menntun einstaklega mikilvæg. En það sem að mínar hugleiðingar hvað varðar málefni eru auðvitað nátengdar Bahá'í-trúnni, þá hef ég valið örfáar tilvitnanir úr Bahá'í-trúnni málefni. Örfáar þá segi ég það náttúrulega vegna þess að það er svo gríðarlega mikið til trúnni hvað varðar menntun. Og mér langaði bara svona, við myndum lesa þetta saman og verið rosa gaman ef við gætum átt bara svona eitthvað spjall og deilt hugrenningum okkar allra þetta mikilvæga málefni. Þannig að ég ætla að byrja á því að fjalla svolítið efnislega menntun, sem þess sá hluti menntunar sem allir þekkja. Eins og við þekkjum hana til dæmis í skólakerfinu hér á Íslandi í dag. Og við erum náttúrulega svo óendanlega heppin að búa í þannig menningarheimi að það er alveg óþarfi að fara að ræða mikilvægi efnislegrar menntunar. Það eru allir held ég bara sammála það og mikilvægi menntunar bara óumdeild í okkar menningu. Það eru auðvitað uppi svona rökræður sem koma upp öðru hvoru hvort mikilvægara bókleg menntun eða iðnnám og svoleiðis rökræður sem koma upp. En það er alveg óumdeilt, allir eru sammála því að það sé mjög mikilvægt að öll börn gangi í skóla og læra að lesa, skrifa og reikna. Ég held að það sé óhætt að fullyrða það. Þannig að við erum heppin hvað það varðar í okkar menningu að þurfa ekki að taka þá umræðu við fólk að þetta sé mikilvægt. Þetta það mikilvægt og öllum það hugleiki að menntakerfið og bara menntun almennt mjög almennt mikið í umræðinni. Og það ekkert skrítið því að menntun barna endalaust mikilvæg, bæði fyrir þeirra eigin framtíð og ekki síður bara fyrir framtíð alls samfélagsins okkar í heildinni. Og af því leiðir að allir hafa skoðun á menntakerfinu eða innihald þess og gæðum þess. Það eru oft uppi umfjöllun gæði menntunar á Íslandi, dregnar upp PISA-kannanir, það talað stöðu drengja í skólakerfinu, það mikið talað mikilvægi kennarastéttarinnar. Og flestir hafa skoðun á því hvað ætti að gera betur, hvað mætti betur fara og hvað ætti yfir höfuð að kenna í skólakerfinu. Og það sem að samfélagið okkar og samfélagsgerðin hefur bara breyst gríðarlega mikið bara undanförnum áratugum, að þá getur það náttúrulega skilningur manna á því hvað mikilvægt fyrir börn að læra og nema í skólanum gæti breyst. Og hvað mikilvægt fyrir þau að kunna fyrir 20 árum kannski ekki það sama og mikilvægt fyrir alla að kunna eftir 20 ár. Þegar þeir að kenna í skólanum á að leggja mikla áherslu á tölvuforritun, mannkynssagan mikilvæg, eigum við að kenna fjármálalæsi. Svona umræður eru stöðugt uppi og Reykjavíkurborg hefur nýlega lagt gríðarlega mikla vinnu í að hanna nýja menntastefnu sem að gildir til ársins 2030 og hún var einmitt gert með það fyrir sjónum að efla gæði menntunar. Og það var lögð gríðarleg vinna og rýnihópar út alla borg sem fóru í það að greina hvað væri mikilvægast að kenna börnum í dag, í nútíma samfélagi. Hvað þurfa barn sem fæðist í dag, hvað þarf það að kunna eftir 20 ár til þess að komast af stað bara á gegnum lífsferilinn. Við erum að tala núna heim Google, heim samfélagsmiðla,
minnkandi heimsamfélag minnkar á hverjum einasta degi. Þetta tími fjölmenninga, þetta tími umhverfiskreppunnar og hvað það sem að í dag mikilvægt fyrir börn að kunna þegar þau fara út á vinnumarkað til dæmis. Ennþá mikilvægt að kenna þeim það sem áður var kennt? Þurfa börnin til dæmis að læra höfuðborg allra landa heimsins utan að? Þurfa þau að læra dönsku? Þetta eru umræður sem að við þekkjum mjög vel, held ég, öll. Og mér fannst nú svolítið skemmtilegt bara af því að mikilvægi menntunar óumdeilt á Íslandi og Íslendingar hafa í rauninni hreykt sér mjög lengi af góðri menntun landans. Og læsi hefur rosalega lengi verið útbreitt, bara almennt. Það væri kannski gaman svona aðeins að fara bara yfir stöðu menntakerfisins, bara mjög stutt á Íslandi. Þó svo við þurfum ekki að sannfæra fólk mikilvæginar, þá þetta bara eitt af því sem við erum stolt af, held ég, sem þjóð. Það nokkuð víst að það voru ekki til neinir skólar eða neitt á tímum víkinga, það var ekkert svoleiðis til. En það hefur samt verið ráðið, sagnfræðingar hafa bara ráðið það af fornbréfum að læsi hefur verið töluvert útbreitt á Íslandi miðað við annars staðar og meðal annars hægt að sjá það af því hversu margir bændur gátu skrifa bara hreinlega nafni sitt á bænaskrá til konungs. Þannig að af því hægt að ráða að læsi hefur bara strax verið frekar útbreitt á Íslandi bara strax á tímum víkinga. Þó svo að það hafi ekki verið til neitt skólakerfi. Við sjáum að það hefur verið mikill metnaður þegar kemur að menntun, þar sem að fyrsti barnaskólinn var stofnaður í Vestmannaeyjum árið 1745. En það kom ekki fyrir 1790 tilskipan frá Danakonungi að prestar máttu ekki ferma börn nema þau kynnu að lesa á bók. Þannig að metnaðurinn kemur á undan tilskipan eða lagagjöf, þannig lagað. En á Íslandi eins og annars staðar þá hefur verið minni áhersla á að stelpur eða konur kynnu að lesa, sem til dæmis til skrifuð heimild eftir Eyjólf á Hvoli í Mýrdal, þar sem hann talaði ömmu sína að hún hafi verið næm og bókneigð, en henni var þó lítt talið til kosta, því að stúlkubörn voru til annars ætluð en að sitja við bókarmenntir. Og fyrir lestrafík sína hlaut hún oft átölur og stundum refsingu, þannig að við sjáum að það hefur ekkert verið öðruvís á Íslandi heldur en annars staðar, að það þótti ekkert sérstaklega lofsvert hjá stúlkum að lesa of mikið. Þannig að við sjáum líka samsömnu á milli okkar menningar og annarar, hvað var talið mikilvægt. Síðan fyrsti vísirinn á lögbundinni skyldumenntun var sem sagt þegar var samþykkt frumvarp á Alþingi árið 1880 sem þá sagði til að börn skyldu læra að lesa. Konungur hafði áður tilskipað að þau mættu ekki fermast nema þau skyldu læra að lesa, en það var sem sagt ekki þannig tilskildum að öll börn skyldu læra að lesa nema þau vildu fermast. En þarna 1880 þá var þetta að svona vísir að lögbundinni skyldumenntun og það voru þá fyrst og fremst foreldrar sem áttu að sinna því að börnin lærðu að lesa og skrifa. En skólaskylda varð ekki til fyrir 1907 og það bara rétt rúm 120 ár síðan og þá voru þetta 4 ár sem öll börn á aldrinum 10–14 ára skyldu fara í skóla eða hljóta menntun að einhverjum öðrum heldur en foreldrum sínum. Og þá áttu þau rétt á kennslu að lágmarki 8 vikur á ári og við til sveita var þetta svona farkennsla, þar sem kennarinn eða presturinn fór á milli bæja og fylgdi eftir og kenndi börnum, eða fylgdi í rauninni eftir að þau höfðu lært að lesa. Og skólaskyldan var svo aukin upp í 6 ár 1926, þannig að börn áttu að byrja í skóla 8 ára og 10 árum eftir það þá áttu þau að byrja í skóla 7 ára. Og við sjáum að þetta hefur hratt fæst út í 10 ára skólaskyldu en ekki nóg með það heldur þó að lögin kváðu á að 6 ára skólaskyldu alveg 1926
að þá var mjög algengt að þarna eru gefnar undantekningar til sveita. Að börn sem bjuggu afskipt og í sveit, það var oft ekki að þau þurftu að byrja fyrir 10 ára. Þannig að það er ótrúlega stutt síðan að menntun fór að verða eins löng og hún er í dag og eins almenn. En við erum ótrúlega heppin á Íslandi að hafa svona langa sögu menntun, læsi, en það er alls ekki þannig alls staðar. Það er ekki allir svona heppnir. Því að víða heim í dag er menntun barna ennþá skornum skammti. Sums staðar er aðgengi að menntun erfitt eins og á Íslandi hið forna til sveita, þar sem var erfitt að komast á milli staða. Sums staðar í heiminum býr fólk bara mjög afskekkt. Sums staðar eru fjölskyldur fátækar og það er ætlast til þess að börn leggi til vinnuframlag bara frá mjög ungum aldri til þess að hafa bara í sig og á. Og það er alls ekki alls staðar í heiminum talin neitt mikilvægt að stelpur yfir höfuð læri að lesa eða reikna. Og mjög víða í heiminum eru líka stúlkubörn gift, mjög ung og fara mjög fljótt að ala bara upp sín eigin börn og reka fjölskyldu. Og sums staðar eru foreldrar sjálfir bara ólæsir og ófærir að kenna börnunum sínum að lesa. Og það er bara víða í heiminum í dag þar sem að foreldrar sjá sjálfur bara ekki gildi menntunar. Þau sjá ekki mikilvægi þess að leggja áherslu á þetta við börnin sín, þar sem að maður getur jú ekki borðað bækur. Og þetta er ekki eitthvað viðhorf sem við könnumst svo sem ekkert við. Þannig að ennþá víða heim þá þarf að sannfæra fólk gildi þess að gefa börnum sínum tækifæri á að hljóta menntun. Og það er í rauninni bara mjög mikilvægt fyrir allar þjóðir, þar sem að menntun dregur úr fátækt og barn menntaðrar móður er 50% líklegra til að ná 5 ára aldri heldur en barn móður sem aldrei hefur hlotið neina formlega menntun. Og þannig í stuttu máli sagt, þá er menntun eitt öflugasta tækið sem að þekkist til að draga úr fátækt og ójöfnuði. Og það er í flestum tilfellum mun auðveldara að auka menntun fólks heldur en að endurúthluta öðrum eignum eins og landsvæðum eða fjármagni. Það er mun auðveldara að kenna fólki, eins og hefur alltaf sagt, að veiða fisk, heldur en að úthluta öllum fiskunum til allra. Og hér sjáum við bara nokkrar svona tölfræði sem ég hef tekið saman, bara frá tölfræði eitthvað Sameinuðu þjóðanna, tölfræðideild, þar sem að þið sjáum það náttúrulega í þeim löndum þar sem að lágar eða tekjur eru lágar eða fara ekki yfir meðaltekjur, að þá er yfir helmingur barna í öllum löndum sem ekki eru enn farin að lesa sér til gagns við 10 ára aldur. Og árið 2017 áætlaði tölfræðideildin að meira en 617 milljónir eða 60% barna og unglinga á grunnskólaaldri geti ekki náð lágmarkshæfniviðmiðum í lestri og stærðfræði og þetta er náttúrulega bara á heimsvísu. Og þar er náttúrulega ástandið verst í Afríku, sunnan Sahara. Það sem er hæsta hlutfallið af unglinga sem ganga ekki í skóla. Og ástandið er verst hjá stelpum. Það sem að í Afríku, sunnan Sahara, eru fyrir hverja 100 stráka sem sækja ekki í skóla, eru 123 stelpum bannað að fara í skóla. Aðeins nokkrar tölfræði. Og hérna má sjá svona heimsþróun í menntamálum síðustu áratugi og forspá alveg allt til ársins 2050 ef að framheldur sem horfir. En hér má sjá fjöldi einstaklinga sem eru eldri en 15 ára og hafa enga menntun hlotið. Er engu að síður árið 2020, ef þið skoðið þetta, þá er engu að síður einhver ákveðin fjöldi, bæði í Suður-Ameríku og Evrópu, sem enga menntun hlýtur árið 2020. En forspáin til 2050 fer mjög minnkandi, að þessi fjöldi á að fara mjög minnkandi.
og við sjáum að í Asíu spáð stór aukinni minnkun á fjölda þeirra einstaklinga sem hljóta enga menntun við 15 ára aldur. En ef þið skoðið Afríku, þá gerist forspáin í rauninni ráð fyrir aukningu á þeim fjölda einstaklinga sem enga menntun mun hljóta við 15 ára aldur eftir árið 2020 og þá virðist það aukast 2030 og 2040. Þannig að forspáin ekki að gera ráð fyrir mikilli breytingu á menntamálum í Afríku eins og þetta Hér sjáum við tölfræði fyrir svona eftir löndum. Má sjá nánar eftir löndum hve stórt hlutfall þjóða hafa ekki hlotið neina formlega menntun og þetta forspá alveg til ársins 2050. Og góðu fréttirnar að við sjáum að menntun að stóraukast í öllum þessum löndum. Árið 2020 hlutfall þeirra sem hafa enga formlega menntun hlotið hafa farið undir 40% hjá öllum löndum á þessu riti nema Tchad. Og því spáð að 2050 þá hafi hlutfall þeirra sem enga menntun hafa hlotið farið undir 20%. En 20% finnst mér reyndar mjög hátt hlutfall ennþá. Árið 2050, það 30 ár í það. Hér má sjá menntunarstig fólks hefur stóraukist síðustu 200 árin. Og fjöldi þeirra sem eru ólæsir í heiminum hefur stórminnkað og hlutfallið komið niður fyrir 20% eins og má sjá þarna. Rauði liturinn sem sagt fjöldi þeirra, hlutfall þeirra sem eru ólæsir í heiminum. Og þetta náttúrulega bara frábært og mér hefur alltaf fundist svona gaman að skoða þetta líka með hliðsjón af því hvenær Bahá'í-trúin kemur fram á sjónarsvið. Og nú má sennilega sjá greinileg merki þess að mikilvægi menntunar almennt orðið þekkt og viðurkennt og stór aukin áhersla á menntun almennt í heiminum. Það orðið samþykkt að það sé betra fyrir alla einstaklinga að kunna hvernig á að veiða fisk frekar heldur en að gefa þeim fisk. Þannig að við sjáum almennt gildi menntunar útbreidd í heiminum í dag þó hún sé ekki búin að ná til allra heimshorna. Og svo megum við náttúrulega spyrja okkur, staðan góð á Íslandi, við þekkjum gildi menntunar, hvað kemur þá okkur við? Þó svo að það sé einhverjar þjóðir hérna í heiminum sem ekki búin að fatta þetta, það þeirra vandamál. En svoleiðis hugsanir leyfa Bahá'í sér ekki að hugsa því að við vitum að samkvæmt Bahá'í-trúnni þá snertir ástand eins lands og einnar þjóðar okkur öll. Því að mannkynið ein fjölskylda og jörðin bara eitt land. Við lítum á fólk í öðrum löndum jafn mikilvægt eins og það væri bara nágrannar okkar í næsta húsi. Og ég fann ekki mynd á íslensku sem að dregur svona saman helstu grundvallarkenningar Bahá'í-trúarinnar. En það á ensku, grundvallarkenningar Bahá'í-trúarinnar sem eitt af því helstu áhersluatriðum trúarinnar. Og hún meðal annars eining mannkyns, að mannkynið bara ein heild, ein fjölskylda. Og eins og þið megið sjá af þessum grundvallarkenningum sem koma fram í þessum litlu kössum að þá alheimsmenntun, ég veit ekki hvort þið sjáu bendilinn minn, en alheimsmenntun universal education, eina grundvallarkenningum Bahá'í-trúarinnar. Og ekki bara menntun fyrir alla, eina grundvallarkenningum Bahá'í-trúarinnar, heldur þegar ég skoða þetta allt saman yfir, að þá mætti maður segja að menntun sé líka hornsteinninn á bakvið aðrar grundvallarkenningar trúarinnar. Það sem að ef maður til dæmis skoðar sjálfstæð leita sannleikanum, sem að
Independent Investigation of Truth sem ein af grundvallarkenningum Bahá'í-trúarinnar. Hver einn og einasti einstaklingur ber ábyrgð á að leita að sannleikanum fyrir sig sjálfur. Við gleypum ekki bara við því sem okkur sagt hrátt, heldur skoðum við, gerum og leitum að sannleikanum fyrir okkur sjálf. Þetta gæti maður ímynda sér að væri mjög flókið ef maður kynni ekki að lesa, að leita að og bara þetta eitt að fara út og leita að sannleikanum væri í sjálfum sér ákveðið menntaferli. Svo annað, útrýming fordóma annað grundvallarkenning Bahá'í-trúarinnar, en við vitum öll að fordóma byggja á fáfræði. Þannig að án menntunar þá væri þetta grundvallarkenning svolítið erfitt, sko. Og svo erum við með alheimstungumál, a universal auxiliary language, og hvert svo sem það alheimstungumál sem gerir öllum mannkyn kleift að tjá sig hver við annan, hvaða tungumál svo sem það yrði, þá þyrftum við öll að læra það. Þannig að það kemur menntun. Og svo samræming trúar og vísinda, harmony of science and religion. Það annað, þú veist, bara þegar ég skoða þetta þá hugsa ég bara, mér líður eins og menntun sé bara svo mikið grundvallaratriði að það bara hot state svo margra annara þátta, og þess vegna líka hægt svo rosalega mikið til menntun í ritum Bahá'í-trúarinnar. Þannig að ég hef valið nokkra ritningar úr Bahá'í-trúnni til þess að fara, við myndum fara bara í gegnum, það rosalega mikið til, ég bara valdi nokkrar sem við getum kannski farið saman í gegnum og mér svo gaman að, þú veist, að þetta bara mitt sjónarhorn, að allir geta lesið sömu tilvitnunina og séð eitthvað annað eða nýjan vinkil, þannig að mér finnst svo gaman ef að fólk hefur eitthvað sem það sér eða vill deila, einhver innlifun, að ef þið getur bara svona rétt upp hendi í spjallinu, eitthvað svoleiðis, og Sigurður Ingi kannski sér það ef þið hafið eitthvað til þess að segja, að bara endilega að, þú veist, koma þá fram með það. En ég ætla til dæmis að benda á þetta. Tilvitnun úr Bahá'í-trúnni. Þegar allt mannkyn fær sama tækifæri til menntunar og jafnrétti karla og kvenna orðið að veruleika, munu allar undirstöður stríðsreksturs og styrjalda gjörsamlega hverfa. Þannig að við sjáum að það ekki til lítils að vinna fyrir okkur öll að ná þessu markmiði. Það bara friður á jörðu sem liggur undir. Þannig að þá sjáum við strax hvað þetta mikilvægt fyrir okkur að börnin í Afríku fá tækifæri til menntunar. Það ekki bara, já, við höfum það gott á Íslandi, þau bara eiga eftir að finna út úr þessu. Þetta snertir okkur öll, hvert eitt og einast okkar, að menntun nái sér á strik allstaðar í heiminum, samkvæmt kenningum Bahá'í-trúarinnar. Önnur tilvitnun úr Bahá'í-trúarinni sem þessi. Lítið á manninn sem námu full af ómetanlegum gimsteinum. Aðeins uppfræðsla getur fengið hana til að opinbera fjársjóði sína og gert mannkyni kleift að njóta góðs af þeim. Þannig að það sem ég lesi úr þessari tilvitnun hver einasti einstaklingur hefur upp á svo mikið að bjóða samfélaginu sínu. En til þess að gera honum kleift að leyfa mannkyninu að njóta þess sem hann hefur upp á að bjóða, þá verðum við að veita viðkomandi menntun. Það bara menntun sem getur gert samfélaginu þess mennt að njóta góðs á eiginleikum allra einstaklinga. Ég náttúrulega með nokkra tilvitnanir, en ég var að spá í, gætum við kannski skipst á að lesa þannig að þetta sé ekki bara röddin mín sem heyrist hérna. Dagný,
Værir þú til í að lesa þessa? Ég heyri ekki neitt, það af því að... Já, mér takst á fenni hvernig átt að taka þetta af. Helsta skyldan og brýnasta krafan efling menntunar. Það óhugsandi að nokkur þjóð nái velmegun og velgengni nema stefnt sé að þessu mikilvægasta grundvallarmarkmiði. Helsta ástæðan fyrir hnignun og falli þjóðanna fáfræði. Í dag allur þorri manna óupplýstur, jafnvel hversdagsleg málefni og hversu miklu síður skilja þeir þá kjarnann í mikilvægum vandamálum og flóknum kröfum tímanna. Já, þannig að þetta einmitt það sem við erum búin að vera að spjalla um. Það sem mér finnst merkilegt að huglega að það stendur: Í dag allur þorri manna óupplýstur, jafnvel hversdagsleg málefni. Og þegar þetta náttúrulega þegar Baha'u'llah segir þetta, þá það fyrir 170 árum og rosalega mikið hefur breyst í okkar heimi og það miklu auðveldara að nálgast allar upplýsingar í dag í gegnum internetið, með sjónvarpinu, með útvarpinu, með rosalega mikilli tækni sem hefur komið fram. En þegar ég hugleiði það, þá dettur mér í hug, það samt eins og þorri einstaklinga haldi áfram að vera óupplýstur. Hvaða upplýsingar verið að gefa á hinum ýmsu miðlum og hvernig verið að gefa? Við að vera að gefa þessar upplýsingar hlutlaust? Fólk almennt að halda sér upplýstu? Fólk að kanna heimildir eða skoða ólík sjónarhorn og hinum ýmsu málefnum? Eða mikið talað popúlisma í dag, þar sem að fólk bara stekkur á næsta skip og teikar bara næsta bíl án þess að skoða og velta fyrir sér ólíkum hliðum málefna? Og það kannski eitthvað sem menntun þarf að kenna líka? Að halda sér upplýstum. Ég treysti því að ef þið hafi einhverjar innsýn eða eitthvað sem þið viljið segja, að þá réttu upp hönd og Sigurður Ingi látum við bara koma inn í. Annars erum við hrædd að fara langt yfir á tíma líka. Já, það önnur tilvitnun. Jón Börkur, værir þú til í að lesa þessa? Já, ég skal gera það. Þetta eru góða tilvitnanir og frábær yfirferð. Listir, iðnir og vísindi örva heim tilvistar og stuðla að upphafningu hans. Þekkingin sem vængir lífi mannsins og stigi fyrir uppgöngu hans. Að afla hennar allra skylda. Þó skal afla þekkingar á þeim vísindum sem geta gagnað þjóðum jarðar, en ekki þeim sem byrja á orðum og enda á orðum. Í sannleika þekking manninum dýrmætur fjársjóður og uppspretta dýrðar, hylli, gleði, upphafningar, eggjunar og fagnaðar. Sæll sá sem heldur fast við hana og vei hinum gálausu. Já. Pistilofþið, já, þetta svona úrsins. Þetta ekkert annað. Tekið úr sinn. Vá. En það sem mér finnst svo merkilegt í þessari líka, það náttúrulega það skylda að afla sér þekkingar. Það okkar skylda, samkvæmt þessari tilvitnun. En það skiptir máli hvernig þekkingar. Já. Ekki þeir sem byrjar á orðum og endar á orðum. Þekkingar sem að geta gagnað þjóðum jarðar. Já, hún skilir sér í raunverulegum verðmætum. Ok, önnur tilvitnun, Sigurður Ingi, ert þú til í að lesa þessa?
Já, skylt í upphafi sérhvers verkefnis að horfa á tilgang þess. Látið börnin nema allar þær listir og öll þau vísindi sem koma manninum að gagni, tryggja framfarir hans og upphefja stöðu hans. Illþefjan ólögmætra verka verður þannig flæmd á brott og allir munu lifa í öryggi og friði með göfugri viðleitni leiðtoga sinna. Já, þarna smá leiðbeiningar hvað það sem við eigum að kenna börnunum. Allar þær listir og öll vísindi sem koma manninum að gagni og tryggja framfari hans og upphefja stöðu hans. Ég bara að lesa þessa sjálf. Menntun barna skylda. Auk þessara víðtæku menntunar verður að uppfræða sérhvert barn starfsgreinar, listir eða verslun til þess að sérhverjum meðlimi samfélagsins verði kleift að afla sér lífsviðurværis. Starf sem unnið í anda þjónustu æðsta form tilbeiðslu. Þannig að þarna kemur fram líka að vinna eða starf sem unnið í anda þjónustu sé æðsta form tilbeiðslu. Aðeins að segja þetta. Hvað segirðu? Já, ég hef verið að velta í fyrir mér þetta. Ég hef náttúrulega séð þetta oft áður að það búið að hefja starf upp á svið tilbeiðslu og það þýðir það að allir þeir sem að vinna störf sína alúð sem eru þá, eins og ég er að túlka þetta, sem eru þá til gagns öllum mannkyni, tilbleysla þó að mennirnir vita ekki sjálfur að því, það ekki? Það eru mjög margir að sinna mjög mikilvægum störfum víðum heim sem eru gagnleg. Mér er oft verið að hugsa þetta. Hvað skyldu vera margar milljónir jarðarbúa sem eru í stöður í bænagjörði vinnunni sinni en hafa ekki hugmynd það. Það líti ekki þannig á það. Mér langar bara til að skjóta þess inn. Ég hef svona bara velta svo fyrir mér. Á sama tíma getur maður hugsað sér að leið þessi fólki ljóst að það raunverulega að gera þetta, þá kannski kemur ennþá meiri orka og kraftur. Já. Herðu, já, við erum bara komin á næstu tilvitnun. Ívar, getur þú lesið hana? Mikilvægast alls menntun stúlkubarna, því að þessar stúlkur verða einhvern tímann mæður og móðirin fyrsti kennari barnsins. Barnið mótast af uppeldi móðurinnar og fyrsta þjálfunin setur merki á allt líf einstaklingsins. Það því ljóst að menntun stúlkna hefur mun meiri áhrif en menntun drengja. Þessi staðreynd ákaflega mikilvæg og það verður að skoða þetta mál af mikilli atorku og umhyggju. Abdul Baha. Þannig að þarna þetta víða í heiminum í dag þessu náttúrulega snúða hvolf þar sem að stúlkur fá síður menntun en drengir. Og hér segir Abdul Baha að það öllum mannkyni fyrir bestu að snúa þessari forgangsröðun við. Og í allsherjarhúsréttvísina tekur náttúrulega undir þetta málstaður allsherjarskyldu menntunar sem þegar hefur tekið í þjónustu sína áhugasamt fólk frá öllum þjóðum og öllum trúarbrögðum verðskuldar allan þann stuðning sem stjórnir heimsins geta veitt honum. Ekki verður það deilt að fáfræði helsta undirrót hnignunar og falls þjóða og stuðlar að viðhaldið fordóma. Engin þjóð getur tekið framförum ef þegnum hennar ekki séð fyrir uppfræðslu. Fátækt og vanbúnaður takmarka getur margra þjóða til að uppfylla þetta grundvallarskilyrði og leggur á þær sérstakar forgangskvöð. Þær stofnanir sem hafa ákvörðunarrétt í þessum málum gerðu rétt í að íhuga hvort ekki eigi að veita stúlkum og konum forgangsrétt til menntunar, því það fyrir atbeina upplýstra mæðra sem nytsemi þekkingar dreifist allt samfélagið á skjótastan og virkastan hátt.
Í samræmi við kröfur tímans ætti einnig að íhuga að gera hugtakið heimsborgaraþegnaréttur að sérstökum lið í námskránni á skólaskyldu-stigi. Já. Ég fyrirgefðu. Ætla einhver að segja eitthvað? Já, Jón Börkur, gjörðu svo vel. Já, ég ætla ekki að grípa fram fyrir þér, Erna, en bara þegar að lag gæfist, mér finnst þetta svo merkilegt. Já, allt í lagi. Mér dettur í hug frétt á Alþjóða Baha'i fréttastofunni, sem hefur verið að senda fréttir á netinu núna mörg undanfarin ár. Þá var mjög merkileg frétt um menntunarátak sem gert var meðal kvenna í Rómafólksins í Suður-Evrópu. Þeim hefur algjörlega verið sviptar öllu möguleikum á menntunum og voru fullorðnar mæður með lítil börn. Og átakið snerist að kenna mæðrunum að lesa og það var búið að halda þeim þannig niðri að þeim fannst að það náðu ekki utan konseptið að þeir gætu lesi og þegar var verið að kenna þeim að þá var það þjálfaðir í að svona hvetja hvor aðra og að endingu þá voru þeir komnir með, þetta var Baha'i framtak, þó nokkuð stóran hóp af mæðrum sem unga stúlkur fengu ekki menntunina en fengu það sem eldri stúlkur, 20, 20, 30, 40 og síðan hvernig gjörbreyttist fræðslan af börnunum þeirra og á einhvern nátt þá jókst velferðin við þetta. Mér dettur þetta bara í hug að þetta átak, það vakti mikla athygli. Það voru reyndar fleiri en Baha'íar sem koma að þessu. Þeir voru ekki einir að ég man rétt. Það sýndi manni svo svart á hvítu hvað það skiptir gríðarlega máli að móðirin sem hefur þess vegna ekki fengið tækifæri sem lítið stúlka til að læra, hún gerir það bara sem fullorðin kona í staðinn. Og það skilar sér strax. Og það voru notaðar sérstakar sögubækur með boðskap sem var uppeldisboðskapur sem var í anda Baha'i-trúarinnar. Þetta bara í hug þegar þú varst að lesa fyrir tilvitnunina og svo kemur þetta á eftir. Já. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt, þetta er grundvallaratriði. Já, og sem betur fer, þá held ég allavega hinn vestræni heimur og stærsti hluti okkar samfélags í dag meðvitað hversu mikilvæg menntun yfir höfuð, hversu mikilvægt það að veita konum menntun. Það lætur mig langa til þess að snúa mér yfir í næsta hluta menntunarinnar. Erna. Og það einhver að reyna að segja eitthvað? Já, Erna. Ég sá að Banu eða þau voru búin að rétta upp hendi. Já, má ég segja eitthvað? Endilega, Banu, endilega. Þetta menntun stúlkunnar, mér finnst að í allu trúarbrögð var táknað hvað mikilvægt að konur fá stöðu til dæmis í kristintrú þegar Kristur var gefa María Magdalena rosalega respekt og mamma hans líka. Í islamtrú dóttir spámaðurinn kona hans líka fengu ekki beint stöðu eins og alltaf virðing. Og þau eru virðing ennþá í islam þjóðinni. Og í Baha'i-trúna þetta mjög núna allsherja og alveg skýrt hvað mikilvægt að konur fara í skóla og fá menntun og þegar þau fá menntun þá þau geta fara að vinna og fá stjórna fyrirtæki, stjórna stofnanir og taka ákvarðanir og í framtíðinni að vera rosalega samkvæmt Baha'i-trúna líka og ritninga að spila rosalega stort partur í heimsfríður sem við trúum allir að þetta eitthvað tíma verður að sannu og það hægt að gera heimsfríður og
ég vildi bara segja þetta hvað að við tíminn núna tíminn til að vinna saman alla þjóðir og alla mannkynið til að hafa heimsfriður. Þá kemur líka svona skýrt í Bahai-ritninga hvað mikilvægt að mennta stúlkur. Og jafnvel ef þú hefur stúlka og strákur í fjölskyldu og getur kenna bara eitt, þá stúlkan bara í skóla fyrst. Og þetta mikilvægi vegna þessa tíma sem koma í framtíðinni. Við vitum ekki hvað langt ennþá í því, en við erum í þetta átt. Og þetta fyrir mig svona interesting, svona að horfa tilbaka og sjá alla trúarbrögð gáfu konur svona mikilvægi. En það var ekki svona skýrt. Það var ekki tíminn kannski til að segja meira. Fólk var ekki tilbúin, en við erum núna tilbúin. Takk fyrir. Já, einmitt. Og það mjög skýrt, eins og Banu segir, og mjög skýrt í Bahai-trúnni að menntun, og þá menntun stúlkna sérstaklega, bara vegurinn, beinn vegur að alheimsfriði. Að þegar að allir hafa jöfn tækifæri til menntunar og þegar að kynin hafa jafnan rétt, að þá erum við bara komin á beina veginn að friði á jörðinni. En það sem ég ætla að snúa mér að núna að núna við í okkar menningu, íslenskri menningu, í vestrænni menningu, að bara víðast hvar heiminum vitum við núna mikilvægi efnislegra menntunar, hversu mikilvægt það að kenna öllum og bara frá unga aldri lestur, skrift og starffræði og svona, bara þessar grunnþætti sem þessi efnislega menntun að kenna þeim iðn og vísindi. En þá ætla ég að snúa mér að hinni hlið menntunar sem andleg menntun. Að því í Bahai-trúnni lögð líka áhersla ekki bara á efnislega menntun, heldur sem þessi lestur, skrift, starffræði, vísindi, iðnir og listir, heldur lögð áhersla á að hluti af menntun sé andleg menntun, sem ekki síður mikilvæg. Hún mikilvægari heldur en efnislega, eins og við erum búin, og ég að hafa það í huga, eins og við erum búin að tala hve mikilvæg efnislega menntun þá kemur skýrt fram í Bahai-trúnni líka að andlega menntunin sé mikilvægari. Og þá hef ég svona áhuga að skoða og velta fyrir mér, hver staðan á andlegri menntun hér á Íslandi eða bara almennt í heiminum? Af því að eins og með aðra hluta menntakerfisins, þá hefur mikið verið rökrætt hvað kemur, því sem kemur næst því sem Íslendingar myndu þekkja sem andlega menntun. Og það mikið rökrætt á að kenna trúarbrögð í skólum, á að kenna kristinfræði sérstaklega sem hluta af okkar menningararfleifð, eiga skólabörn að fara í kirkjuheimsóknir, á að tala jól og páska í skólakerfinu, en önnur trúarbrögð á að kenna þeirra helgidaga og hátíðar, á fermingarfræðsla heima í skólanum, á bara Guð heima í skólanum, á að kenna siðfræði í skólakerfinu og á hverju þá siðfræði okkar byggt. Og við þekkjum þessa umræðu held ég öll, við höfum öll heyrt og orðið vitni af því að þetta mikið talað fram og til baka, og ég held að það sé svolítið óhætt að halda því fram, en ef þið eru ósammála mér þá bara endilega, að hingað til hafi bara Guði að mestu bara umræðu trú verið nokkurn veginn úthýst úr skólum landsins. Það ennþá kennd trúarbragðafræðsla í skólum og sumir leik- og grunnskólar fara í kirkjuheimsóknir fyrir jól eða setja á svið einhvern helgileik, en að öðru held ég að sé svona nokkuð tabú að við tölum ekki Guð í skólanum. Samt, jafnvel sko, það alltaf talað það í dag að frumskólalögmálið það sem ríkir og hinir hæfustu munu lifa af og hver verður að hugsa sig, eins og þau segja á ensku, take care of number one og svona alls konar slagorð sem orðin svona vinsæl í vestrænum ríkjum í dag, en
þegar að kemur að því, sko, þá eru flestir sammála því að siðferði sé nauðsynlegt í allri mannlegri breytni og þegar einhver mikilvæg málefni eru annars vegar, þá köllum við sem samfélag eftir siðferðisleg meðhöndlun á þeim málum og þegar að siðferðin dvínar þá ofbýður fólki og við köllum eftir svörum og það koma frá spurningar eins og hvers vegna ekki sett lög og reglugerðir sem tryggja siðferðislega mannlega breytni, hvers vegna ekki gerð meiri krafa siðferði í ákveðnum störfum eða stöðum í þjóðfélaginu og svo koma upp spurningar hvað það sem veldur því að fólk tekur svona ákvarðanir, þetta vegna þess að fólk ófært að setja sig í spor annarra eða fólki bara alveg sama aðra eða þetta fáfræði hvernig annað fólk býr og við könnumst við svona umræðu held ég við öll könnumst það krafa, við viljum siðfræði í mannlegri breytni hún ekki bara kannski í stjórnmálum eða í viðskiptafræði eða eitthvað svoleiðis, við gerum kröfur allavega á börn líka að þau við viljum ekki líða einelti í skólum landsins, það finnst fullorðnu fólki algjörlega ólíðandi, þannig að við gerum kröfur á að börn læri umgangast hvert annað af vingjarnleika og kurteisi, en við erum ekkert endilega kannski sem fullorðið fólk að gera sömu kröfur á okkur sjálf, allavega ekki ef að má dæma á kommentakerfum á samfélagsmiðlum, þar sem að flest fær að fjúka og það ekkert endilega fallega sagt. En spurningin þegar við gerum kröfur á siðferðislega mannlega breytni, við gerum allavega kröfur á aðra að þeir hegði sér þannig að það sé siðferðislegt. En spurningin hvar gerum við ráð fyrir að allt fólkið þarna úti hafi lært hvernig á að breyta siðferðislega rétt? Það foreldrarnir sem bara ábráði að kenna börnunum sínum siðferðislega breytni? Eru við sem foreldrar eða aðrir foreldrar haldið að séu að gera það mjög markvisst? Alveg eins og við þurfum markvisst að kenna börnunum okkar að lesa og skrifa, við förum markvisst í gegnum stafrófið og tölustafina og við kennum þeim markvisst að telja. Við vitum hverju mælikvarðin á þau hafa lært að ná, þau eru búin að læra að ná að telja upp 10 og þau kunna ABC, þau eiga erfitt með RST eða eitthvað svona. Þetta mjög markviss fræðsla, þessi efnislega fræðsla, mjög markviss hjá okkur. En þegar kemur að þessu, þegar kemur að siðferðinu og svona, erum við eins markviss í að kenna börnunum okkar siðferðislega breytni, vitum við hvað við viljum kenna þeim, vitum við hver mælikvarðin á þau hafi lært eitthvað. Ef að við sem foreldrar erum ekki svona markviss, erum ekki eins meðvituð hvað við viljum að við kenna þeim og erum ekki að gera það, hvernig myndi það ganga til dæmis ef að við ættum að bera ábyrgð á að kenna börnunum en við værum svona ómarkviss, viljum við þá frekar bara að siðferðin sé kennd í skólum eða er verið að kenna í skólum? Eða gerum við bara ráð fyrir því að hún lærist ósjálfrátt, svona, eins og við lesum á milli línana sem einstaklingar í samfélaginu, þá lesum við svona á milli línana hvað það sem er siðferðislegt og hvað ekki siðferðislegt. Það mjög markvisst? Hversu oft höfum við ekki öll heyrt börnin okkar segja já en allir eru að gera þetta og hversu oft segir ekki fullorðið fólki já en þetta gera allir. Þýðir það þá að það sé orðið siðferðislega rétt ef allir gera það? Það þá mælikvarðinn á hvað siðferðislega rétt eða ekki? Það ekki vandinn sem að margir hafa komist út í hinum ýmsu eins og í fréttunum bara allir eru að gera það og þá bara það hlýtur að það vera bara allt í lagi? Og svo verðum við hneyksluð þegar við sjáum hversu siðferðislega stór spurningamerki þessi breytni hafi verið. En þá vildi ég skoða hvað segja kenningar Bahá'í-trúarinnar siðferðislega eða andlega menntun. Og ég náttúrulega með tilvitnanir, kannski ég byrji bara á því að lesa þessi fyrstu sjálf, sem útskýrir menntun af þrennum toga. Efnisleg, mannleg og andleg. Efnisleg menntun miðar að vexti og þroska líkamans, tryggir honum fæðu, líkamlega velferð og vellíðan. Uppfræðsla af þessu tagi eiga menn og dýr sameiginlega. Svo mannleg menntun, hún felst í siðmenntun og framförum, þar að segja í góðri stjórn, félagslegu skipulagi, mannlegri velferð, verslun, viðskiptum og iðnaði, listum og vísindum,
einstæðum uppgötvunum og voldugum framkvæmdum, öllum þeim meginþáttum sem skilja manninn frá dýrinu. Guðleg menntun heyrir ríki Guðs og felst í öflun guðlegra dygða. Þetta er sönn menntun, því fyrir hennar tilstilli verður maðurinn miðpunktur guðdómlegra blessana og holdgerving þessara heilögu orða: ver viljum gjöra mannkyn af vorri mynd, líkan oss. Þetta er hið endanlega markmið í veröld mannsins. Ok, við erum búin að vera að skoða tölfræði fyrir svona efnislega hluta menntunar. Af því að sá hluti menntunar er almennt mjög viðurkenndur allavega í okkar menningaheimum. Og við erum að safna tölfræði þessa efnislegu menntun til að kanna stöðuna. Hvernig er staða menntunar í heiminum? Hversu margir eru læsir og hversu margir eru ólæsir? En mér er allavega ekki kunnugt neina tölfræði andlega hluta menntarinnar. Við vitum ekkert stöðuna á henni. Þannig að við þurfum svolítið svona kannski bara að byggja svona okkar tilfinningum. Og ég er velti fyrir mér, hver er okkar tilfinning á stöðu andlegrar menntunar, bara ef við hugsum bara Ísland núna. Við erum búin að fara í gegnum skólakerfið og allt það, hver er staðan á Íslandi, hvað varðar efnislega menntun. En hver ætli sé staðan á andlegri menntun á Íslandi? Og getur verið, er það mögulegt að sú staðreynd að við söfnum ekki tölfræðilegum upplýsingum, við erum ekki með kannski einhver skýr viðmið hvað varðar að andlegri menntun, getur verið að þetta sé svona ákveðið merki að mikilvægi þessa hluta menntunar sé bara almennt ekki viðurkennt í okkar menningu. Að við erum ekki ennþá farin að gera okkur grein fyrir að þetta sé mikilvægur partur menntunar. Og teljum við það yfir höfuð mikilvægt að mennta börnin okkar í öflun guðlegra dygða, eins og segir í þessari tilvitnun. Ok, næsta tilvitnun. Dagný, ert þú til í að lesa þessa? Baha'u'lláh leit á menntun sem einn helsta grundvallarþátt sannrar siðmenningar. En til þess að slík menntun beri fullan ávöxt verður hún að verða yfirgripsmikil og alhliða og taka ekki aðeins mið af líkamlegum og vitsmunalegum hliðum mannsins, heldur einnig andlegum og siðferðilegum hliðum hans. Þetta kemur skýrt fram að til þess að menntun beri fullan ávöxt verður hún að vera yfirgripsmikil og alhliða. Þarna erum við að tala ekki bara efnislega heldur líka andleg hluti menntunarinnar. Jón Börkur, ert þú til í að lesa næstu? Já. Á komandi tímum mun siðferðin hnigna til mikilla muna. Nauðsynlegt er að börnin séu alin upp í Baha'i anda til þess að þau geti orðið hamingjusöm bæði í þessum heim og hinu næsta. Ef það gerist ekki munu sorgir og erfiðleikar steðja að þeim. Því hamingja mannsins byggist á andlegri hegðun. Ég hef bara rétt að skjóta hérna inn í. Ég held að það sé ekkert ósvipuð staða hjá hennum fullorðnu gagnvart börnunum, eins og ég var að lýsa þarna áðan hjá Rómakonunum sem voru ólæsar og gátu því ekki stutt börnin sín í sínu námi. Börnin voru læsir, þær ólásar. Mér finnst bara að þetta liggja svo í einhvern veginn augum uppi þegar maður les þessar reikningar að tökum bara dæmi að maður er að selja bíl á bílasölu og maður einsetur sér það að halda göllunum leyndum þegar maður selur. Hvað er maður að gera þá? Ég hef orðið fyrir þessu sjálfur. Hugsa með mér að, já, þetta er gullnareglan ekki satt. Þannig að mér finnst bara að ég sjá svo svart á hvítu hvað við erum svo fjarri því að vera komin á þennan stað. Samt er þessu sé mikil þörf fyrir þetta. Það sé frjósamu jarðvegur einmitt fyrir þessa menntun. Það upplifi ég allavega, bara smá komment, takk. Einmitt. Og þetta er þessi tilvitnun er mjög slati á komandi tíma, siðferði hnigna til mikilla muna og ég held að við séum öll sammála að tímarnir séu bara komnir og og það er svo líka svo sláandi skilur að við þurfum að ala börnin okkar upp í Baha'i anda svo þau geti orðið hamingjusöm. Bara svo þau geti orðið hamingjusöm.
Þetta er mikilvægt bara fyrir börnin okkar. Við viljum öll að börnin okkar séu hamingjusöm. Í þessum heimi, hvað þá heldur hinum næsta. Og ef það gerist ekki, munu sorgir og erfiðleikar steðja að þeim. Því hamingja mannsins byggist á andlegri hegðun. Það er bara svo öflug ritning, sko. Það er eitt sem ég má skjóta einu inn í hérna, það er framtíðarsýnin, það er þessi vision sem maður hefur. Bahai-trúin hefur gefið mér þá sýn að ég hef engar efasemdir það að minnsta kosti í fjarlægri framtíð þá munum við fá hér það sem að, já, í rauninni paradís á jörðu. Ég hef þessa sýn en væntanlega sko mikill meirihluti jarðarbúa sem alls ekki með þessa sýn. Og því svart framundan og það kemur meðal annars fram í gríðarlegri notkun geðlyfja vegna kvíða og þunglyndis og annars. Að þú hefur í rauninni ekki, þú sérð ekki fyrir þér samfélag, þú sérð ekki fyrir þér birtuna framundan sem við sjáum, allavega við Bahaiar við sjáum birtuna framundan á sama tíma okkur sagt að ástandi muni verða þannig að það ekki sæmilegt lýsa því, eins og Baha'u'lláh orðar það. Samt sér maður ljósið við endan, sko, og þetta keyrir mig áfram, allavega ég bara velti fyrir mig hversu stórt hlutfall jarðarbúa með þessa sýn. Sennilega það afskaplega lágt. En það í önnur trúarbrögð líka, eins og til dæmis búddismi, ef búddismi leggur til sínu fólki til bjartsýni, það verður ekki, ég kynnist honum í gegnum konuna mína. Það alveg á hreinu að hann gerir það. Þannig að við erum ekki einir þetta Bahaiarnir. Ég hins vegar ekki nægilega kunnugur til að sjá, láta á því hvað þau sjá, en þau sjá allavega bjart framundan. En það líka, ég held að þetta bara eins og fólki hérna út í heim sem sér ekki mikilvægi þess að kenna að börnin þeirra hafi tækifæri til að læra lesa því að maður borðar ekki bækurnar, skilur. Fólki hérna úti alveg, það hefur ekki sýnina en það opið fyrir henni ef við myndum bara deila henni með því, held ég, sko. Herðu, ok. Sigur Ingi, ert þú til í að lesa þessa? En ómissandi undirstaða alls að hann, maðurinn, þroski með sér andleg einkenni og lofsverða dygðir mannkyns. Þetta mikilvægasta atriðið. Sé maðurinn ómenntaður en þó gætur guðdómlegum dygðum og lifi andlegu lífi, getur sá einstaklingur lagt sitt af mörkum til velferðar samfélagsins og kunnáttuleysi hans í lestri og skrift mun ekki skaða hann. Sé maðurinn hins vegar vel að sér í listum og öllum greinum þekkingar, en lifi ekki lífi trúarinnar, tekur ekki á sig mynd guðlegra dygða, lætur ekki stjórnast af hreinum ásetningi og upptekinn af lífi holdsins, þá hann persónugervingu tjóns og ógæfu og ekkert mun standa eftir af öllum afrekum hans á sviði lærdóms og vitsmuna nema hneyksli og þjáning. Hafi einstaklingurinn hins vegar til að bera andlega einkenni og skínandi dygðir, andlegan tilgang í lífinu og hneigðir sem beinast að Guði, og ef hann rannsakar einnig aðrar greinar þekkingar, þá höfum við ljós á ljós ofan. Ytri verund hans skínandi, skaphöfn hans geislandi, hjartað heilbrigt, hugsunin háleit, skilningur hans skarpur og staða hans stöðug, staða hans göfug. Sæll sá sem nær þessari upphöfnu stöðu. Og þarna kemur fram í rauninni að andlegi hluti menntunar sé mikilvægari heldur en efnislegi hluti menntunar vegna þess að hún gagnast einstaklingnum og samfélaginu í kringum hann í rauninni meira. Og það kemur líka hérna fram í næstu. Þjálfun í siðferði og góðri hegðun langt mikilvægari en bókvit. Barn sem hreinlegt geðfellt hefur gott lundeign og hegðun en fáfrótt ákjósanlegra en barn sem óheflað, óhreint og skapvönd þó að það sé að verða vel að sér í öllum vísindum og listum. Og ástæðan fyrir þessu það að barn sem hegðar sér vel, jafnvel þó að sé fáfrótt, til blessunar fyrir aðra. Það sem skapvönd og óheflað barn spillt og skaðlegt öðrum þó það sé menntað. Ef barnið hins vegar þjálfað bæði á sviði menntunar og hins góða, árangurinn ljós og ljós ofan.
Þannig að það er spurning hversu langt við viljum fara í það að kenna börnum allt þetta efnislega en sleppa hinu, sko. Ég svo meðvituð að tíminn örugglega orðinn alveg allt og langt fram yfir allt, þannig að ég ætla að þetta er ykkur síðustu tilvitnanirnar og það hljómar eins og ég sé að auglýsa sko kennaranám. En þetta er ekki það, heldur held ég að þetta sé bara líka hvert og eitt okkar berum ábyrgð á að kenna börnunum okkar, berum ábyrgð á að kenna barnabörnunum eða bara öllum börnum í kringum okkur. Eins og hefur alltaf verið í gegnum tíðina að það tekur heilt þorp að ala upp barn. Og stendur menntun og þjálfun barna er meðal mestu þjónustu verkana sem maðurinn getur mögulega unnið fyrir alvoldugan Guð. Þannig að viljum við þjóna Guði þá er menntun og þjálfun barna eitt af mikilvægasta. Og samkvæmt hinum ljósa guðlega texta er kennsla barna ómissandi og skylda. Af því leiðir að kennararnir eru þjónar drottins Guðs, þar sem þeir hafa búið sér fram til þess að inna af hendi þetta verk, sem jafngildir tilbeiðslu. Þú skalt því færa þakkir fyrir hvern andardrátt, þar sem þú ert að uppfræða andleg börn þín. Þannig að þá er ég búin í rauninni að renna í gegnum þessar hugleiðingar mínar hvað varðar andlega menntun og efnislega menntun og stöðuna svona í okkar samfélagi og kannski búin að fara of lengi í gegnum það. Þannig að þá bara einhverja hugleiðingar eða vangaveltur. Þessum tíma er vel varið, ég veist það. Þannig að, þetta er magnað það. Ég, eins og segi, ég upplifi það að við sem erum fullorðin, að við erum í þeirri stöðu að þurfa að ná okkur í þá menntun sem við hefðum þurft að fá hjá foreldrum okkar en þau voru ekki megnuð að veita okkur hana. Þannig að þetta er bæði spurning það að fullorðna fólki að við náum til þess til að það átti sig á því hvernig eigum við að mennta börnin okkar. Og ég tek undir þetta sem kom fram á hana. Ég held að það sé afskaplega frjósamur jarðvegur akkurat einmitt núna á þessum tímum fyrir svona menntun að sést mannkynið sé móttækilegri en nokkur sinnum fyrir þennan boðskap sem hún er að flýta í fyrirlestrinum. Já, eins og í rauninni þá sé staðan hjá okkur svo sama og hún er kannski í chat hvað varðar skilur læsi þar sem foreldrar eru bara ekki læsir og eru bara í vandræðum sko. Það var svo mikið breyting á börnum Rómakvennana þegar þær fóru að geta lesið bækurnar þeirra og fóru sjálfar að geta valið bækur sem höfðu uppeldislegt gildi og notuðu ritningar eða kennsluefni Bahai-trúaranna til þess. Og það var svo gjörbreyting á samfélaginu. Og stúlkubörnin voru að læra að lesa og strákarnir voru að læra að lesa og þau voru læsir mæðurnar ekki. Leið og mæðurnar kom inn með Bahai-boðskapinn og þær voru ekkert endilega allir Bahaiar, heldur var bara Bahai-kennsluefni. Þá gerðist þetta að mæðurnar fóru að miðla til þeim þessari andlegu menntun og notuðu dæmisögur úr bókunum í daglegu uppeldi. Þannig að ég svona upplifi það að maður sé kannski svolítið sjálfur á sama stað og þessar Rómamæður voru áður en það lærðu sjálfar að lesa. Að minnsta kosti gæti það átt við marga. Já, ég vil þá bara þakka þér kærlega fyrir Erna, fyrir frábæran fyrirlestur. Þetta var mjög áhugavert og Mjög gott. Já, mjög. Vel undirbúið. Já, heldur betur. Og afar fróðlegt. Mér langar til að enda þetta með að spila fyrir okkur eitt lag
Og meðan þið hlustu á lagið, ef ykkur líkar ekki lagið, þá getið þið náttúrulega bara læðist út. En þetta er ákaflega fallegt lag og skemmtilegt. Þetta eru 400 Bahæjar, eða 400 manns sem syngja saman. Já, Þetta lag heitir Öldur á ensku og ég sem sagt vil þá bara, æli. Já, fallegt lag. já. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the bounties of thy love. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the bounties of thy love. Make all mankind as stars, shining from the same light of glory, as perfect fruit, growing upon thy tree of life. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the bounties of thy love. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the bounties of thy love. Make all mankind as stars, shining from the same light of glory, as perfect fruit, growing upon thy tree of life. Waves of the sea. Waves of the sea. Make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the bounties of thy love. Make all mankind as stars, shining from the same light of glory, as perfect fruit, growing upon the tree of life, growing upon the tree of life, growing upon the tree of life. Make us as waves of the sea, make us as
of the sea. Because as waves of the sea, as flowers of the garden, united and green, through the boundaries of thy love. Because as waves of the sea, as flowers of the